biblíulegu máli. Kæru fjölskyldur, yndislegt að fá okkur til ykkar í dag. Þetta verður ekki langur fundur og hann í streymi, þannig ef einhver kemst ekki á fundin þá eru þið með okkur í myndavélunum. Það mjög gott. Þetta mun hanga inni á Facebook síðun okkar og YouTube síðunni líka, þannig ef ykkur vantar upplýsingar að þá hægt að renna í gegnum þetta. Þá veturinn byrjaður. Fyrsti fermingartímarnir voru í síðustu viku og á morgun erum við að fara með allar stelpurnar, ég held að séu 70 og eitthvað skráðar, upp í Vatnaskó, mæta rétt fyrir 8 í fyrramálið og við erum að koma tilbaka klukkan 9. Þannig að þetta bara byrjar heldur betur bratt. Það sem að fermingarveturinn inniheldur eru tímarnir, vikulegir fermingartímar, þessi eina ferð, fyrst fara stelpurnar og svo fara strákarnir í nóvember og svo einmitt þetta, þáttaka í helgihaldi. Og við ætlum að fara bara örsnögt yfir þessa hluti. Það eru tímar á þriðjudögum og miðvikudögum. Á þriðjudögum klukkan 3 sérstaklega Sjálands- og Urriðaholtsskóli. En ég búin að fá pósta frá örugglega 4-5 foreldrum sem eiga börn sem ekki komast í miðvikudagstíman. Og þá hægt að redda sér með því að mæta þriðjudögum. Þannig að ég ekki búin að svara ykkur. Ef einhver hér sendi póstinn þá svari já, þá má mæta á þriðjudögum klukkan 3. Þið fáið líka svar. Strákarnir koma 14:30. Ég veit að skólinn til 14:30 og þau ætla ekki að hleypa þeim eitthvað pínlítið fyrr úr. Skólinn bara til 14:30. Við verðum bara að virða það, Benni minn. Ég búin að athuga hvort til að hleypa þeim fyrr, það ekki. En það allt í góðu. Strákar, við erum bara röskir. Við vitum að þeir eru að klára á hálf, þið eruð ekki nema 5-10 mínútur að stökkva yfir, grípið bara töskuna og komið og við gefum ykkur svona náðarsamlegast einhverja 10 mínútur til að koma inn í hús. Við látum bara standa 14:30, það bara svona smá pressa bara að drífa sig af stað. Þannig að, og það tekst alveg, tímarnir eru svona 40-45 mínútur, þannig að stelputíminn 15:30, hann helst. Við erum ekkert að fresta honum. En við vitum af þessu með ykkur strákar að þið eruð ekki að koma á slaginu, en þið bara drífið ykkur yfir. Já, og svo þriðjudögum klukkan 3. Það frí í vetrarfríinu og dymbilvikunni fyrir páska. Hvað læra þau í vetur? Við Benni og séra Sigurvin og Villi Naglbítur eru fermingarfræðarnir í vetur. Vísindavilli. Sko, foreldrarnir vita hvað Villi Naglbítur og krakkarnir vita hvað vísindavilli Og við Benni eru nógu gömul til þess að finnast ógeðslega töff að Villi Naglbítur sé með okkur í fermingarfræðslunni. Og hann náttúrulega reyndar svo frægur, við þurfum stundum að finna aflýsingu fyrir hann stundum að taka eitthvað upp og svona, en hann sem sagt með okkur í vetur, hann byrjaður að læra guðfræði. Þá það því útvarpað hér í nýbyrjaður. Og ætlar að vera með okkur og kynnast krökkunum og kenna þeim sögurnar. Við leggjum áherslu á biblíusögurnar. Benni, vilt þú segja eitthvað svona varðandi biblíusögurnar? Hvað og þessi kristni gildi, hvað við erum svona að fara yfir, svona þessar helstu? Já, það miskunnsamur samverin verður mjög mikið notaður, elska náungan eins og sjálfan sig. Og svo kennum við faðirvorið og gildi þess. Við segjum sögu til dæmis af hvernig faðirvorið bjargaði honum Guðlaugi Friðþórsinni árið 1984, 11. mars. Þegar bátnum kvöldi, þið þekkið þetta, fullorðna fólk, Guðlaugssundið. Svo eru sögur eins og Sakkeus, týndi sonurinn. Einmitt, sögur af fólki sem gerir mistök. Fólki sem gerir mistök. Já, nákvæmlega, en samt elskaðar manneskjur. Og hvernig maður, nákvæmlega, við leggjum svolítið áherslu á þetta. Hvernig lífið getur stundum fara úrskeiðis. Við gerum öll mistök. Nákvæmlega. Ég ruglaðist í faðirvorinu í gær með brúðkaupi, bara svo sem tekið fram. Að gera allir mistök. En ég fekk hjálp á það leið. Og það þetta, þessar sögur, við leggjum áherslu á biblíusögurnar og einmitt eins og Benni segir, sögur sem að tengjast þeim. Sögur og daglegu lífi sem gefa okkur innsýn inn í biblíusögurnar. Hvernig þessar gömlu sögur tengjast samt sem áður lífin okkar í dag. Það var gott dæmi, takk Benni, ég var búin að gleyma þið.
Og mikilvæg kristin gildi, við erum að kenna þeim faðirvorið, þau að læra boðorðin 10 og krakkar, þið fengu messubækling, í honum það sem þið eigið að læra utan að. Boðorðin 10, faðirvorið, gullnu regluna og svo enginn geti sagt í vor að það koma óvart. Það próf í mars. Þið munu þurfa að þylja þetta upp fyrir okkur prestunum og það fermist enginn án þess að kunna faðirvorið. Það er svo kallað lágmark og hefur svo sem ekkert gerst hingað til. Og það alltaf spurt, hvað maður fellur? Þá ertu bara sendur fram með blað og þú kemur inn aftur og aftur og aftur í þetta próf, þá kannski þú kannt faðirvorið. Það ekki hægt að falla, það ekki boði. Ferðalagið skemmtilegt. Við förum í vatnaskó í 1 dag og þar erum við bara líka að hafa gaman, njóta þess að vera á fallegum stað, kynnast, leika okkur, þjappa saman hópnum og líka það fræðsla yfir daginn og við erum að læra mikilvæga hluti yfir þennan dag. Stelpurnar fara á morgun. Strákarnir fara 7. nóvember. Við ætluðum að fara 13. nóvember með Urriðaholt og Sjálandsskóla. Það væru bara 5 krakkar og við þurfum bara að taka spjallið, við sem erum á þriðjudögum og foreldrar þið viti af því, við ætlum að finna aðra leið, við ætlum ekki að hringla með 5 börn í vatnaskói, það bara skrítið. Og þannig að við finnum leiðir til þess að hvernig sem þið farið í ferðalagið og sem sagt 7. nóvember fara strákarnir og við bara spjöllum saman og finnum góða lausn fyrir ykkur sem eru í Urriðaholtsskóla og Sjálandsskóla. Það kostar 10.000 krónur. Það rúta og matur og starfsfólk og fræðsla og allt innifalið. Krakkarnir þurfa ekki að koma með neitt nema bara hlý föt og kirkjan niðurgreiðir með hjálp prófasstæmisins 8.500 á barn, þannig að þið borgið 10. Ég tek það fram. Fermingarveturinn, fræðslan og kostar og ferðalagi kostar. Kirtillinn kostar eitthvað 3.000 kall í vor. Það getur alltaf staðið illa á fjárhagslega. Ef að staðan sú á einhverju heimili, hafi samband, við erum með styrktarsjóð sem styrkir, við vitum það að það bara ekkert í öllum mánuðum rými til þess að borga auka 25 eða 10 eða hvað sem það Þannig að hafi samband ef það stendur illa á, það styrktarsjóður sem styrkir fermingarfjölskyldur. Og líka ef það erfitt að halda veislu og slíkt, bara viti af því, sendi póst og við finnum út úr öllum svona hlutum. Það eiga allir að fá að fara í gegnum fræðsluna og fermast með gleði og sóma og við finnum út úr því saman. Þetta á ekki vera kvíðaefni. Þáttakan í helgihaldi. Nú eiga allir krakkarnir, má ég fá þessa, aðeins lána það. Þið eigið að hafa fengið þessa þegar þið komið inn. Ef ykkur var ekki rétt svona messubók, þá getið þið fengið í messukaffinu. Hér inni á að merkja ykkur og þetta eru 10 messur, 8 til 10. Ég veit ekki ekkur sem 8 til 10, en það allavega kröfurnar sem við gerum. Foreldrar, þið bara kvittið fyrir og svo skilaðu þessi lok vetrar og það má geyma þetta heima og skrifa inn í þar svo þetta týnist ekki til og frá kirkju, en þið hjálpið krökkunum að halda utan það að þau mæti í 10 messur. Ef að einhverjir eru að æfa eða þjálfa 5-leika á sunnudagsmorgnum, þá hægt að mæta í aðrar kirkjur á öðrum tímum. Lindakirkja með gospelstundir 5-leytið, það hægt að fara þangað yfir, það þarf ekki bara að mæta hingað. Og svo yfir hátíðarnar, jól og páska og svona, að þá eru nú kannski ekki 5-leika æfingar og þá hægt að vinna hitt upp. Þannig að við finnum út úr því, það þarf ekki bara að mæta hér, það má mæta þar sem að kemst. Ástjarnarkirkja á Völlunum, þar eru líka messur á öðrum tímum, þó að við séum voða hrifin af 11 tímanum. Við erum voða mikið þar. Og varðandi guðsþjónusturnar. Þetta fermingarvetur og fermingarveturinn líka fjölskylduvetur. Þið fáið pósta heim, ef þið ekki að fá pósta, þið verið búin að fá 2 eða 3, þá megið senda línu og þá þarf eitthvað að finna út af því, skoðið í ruslhólfi líka. Við sendum vikur á pósta, segjum ykkur líka hvað við erum að ræða í tímanum svo það sé hægt að spjalla saman heima, endilega komið með unglingunum okkar til kirkju. Þetta frábær leið til þess að gera eitthvað saman, þau þurfa hvort þeir að gera þetta, komið endilega með þeim, skírnarvottar, amma og afi eða foreldrar.
það verður, í öllum messum eitthvað til að ræðum og þetta var nú bara mjög heavy í dag, bara óvenju heavy og þannig ég gerir ráð fyrir að það verður bara líflegt spjall í bílnum á leiðinni heim. Þetta vetur til þess að tengjast. Unglingsárin að byrja, við vitum þetta flókið, gerum þetta saman, höfum messurnar og fermingaveturinn, tækifæri til þess að ræða saman stóra hluti einmitt þegar börnin ykkar að fara inn í unglingsárin með öllu sem því fylgir. Það ótrúlega flókið að vera í 8. bekk, bara mjög og þið eruð að vaxa svo hratt krakkar. Þið verðið allt aðra manneskjur þegar þið fermist í vor. Svo við tökum hennar vetur saman. Og þau eru líka stiltar í kirkjunni ef þau eru með. Já. Það líka. Ekki það, þetta frábær árgangur. Nú erum við búin að hitta þau öll. Þau eru yndislegi krakkar. Alveg dásalur, svo mikið gleði og kraftur. Þau eru kurteis. Það bara, við erum ótrúlega, þetta ekki sammála, Benni? Algjörlega sammála. Við erum bara rosa spennt að fara inn í hennar vetur saman. Til lukku með þau. Ef það ekki búið að skrá sig í fermingu, að þá þarf að fara inn á garðasókn.is, það borði á miðri síðunni fermingar 2026. Þar hægt að skrá sig í fermingar athöfn, sumar eru þegar orðna fullar. Og þannig að það eru samt fullt laust í athöfnunum og það líka hægt að skrá sig bara í fræðsluna ef að barnið á að fermast annar staðar eða seinna. Endilega klárið að skrá af því þá erum við með netfangið ykkar og getum átt samskipti við ykkur, annars náum við ekki í ykkur nema þið séu skráð. Og það 21. og 2. mars, þá eru 5 athafnir, helgina eftir 28. og 9. mars eru 3 athafnir og sumardaginn 1. eru 2 athafnir. Þetta eru fermingar athafnirna næsta vor. Það meira í boði, það alls konar í boði. Það unglingakór og við erum alltaf með topp fólk í öllum stöðum. Það Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, Eurovision fari og stórsöngkona sem kórstjóri og Ingvar Alfreðsson, bara einn af okkar færustu píanóleikurum, þau sjá unglingakórinn. Þannig að ef ykkur langar að verða Eurovision stjörnur, þá megið komið unglingakórinn og læra af hinni einu sönnu Jóhannu Guðrúnu sem lenti í öðru sæti. Það æskulýðsfélag á 50. klukkan 8. Ég og minn frábæri samstarfsmaður Ari Jónsson sem ungur og hress strákur sem með mér í þessu, við erum með unglingafélag. Þar við förum í leiki og höfum gaman, við lærum líka biblíusögur og við erum líka að æfa okkur í að taka alls konar ábyrgð. Við eigum okkur sósbarn, stelpa sem býr í Nepal og við erum í 3 ár búin að bera ábyrgð á því að safna fyrir henni og passa að hún geti gengið í skóla og fá að borða í Sós-þorpinu í Nepal. Og við finnum leiðir til þess að gefa út í samfélagið. Það svolítið okkar markmið. Og maður þarf ekkert að eiga neitt búnað eða hafa einhverja sérstaka hæfileika umfram aðra. Það allir jafnir í æskulýðsfélaginu og þetta bara alveg ofboðslega gaman. Og í vor þá förum við líka í vatnaskó. Það æðislega skemmtilegt. Þannig að það meiri í boði. Þá ég búin að fara yfir helstu atriðin, tímana, ferðalagið, messurnar, hvað að gerast fyrir unglinga í kirkjunni og skráningar. Ég eiginlega mest ánægður að þú hefur ekki látið fermingamyndirnar okkar eins og í fyrra upp á skjáin. Já, á ég að finna þína samt? Nei, alls ekki. Það Benni. Nei, þetta heitir Einelta vinnustað. Ég ætla ekki að... En þið sjáu það hvað fermingamyndatökur eru mikilvægar. Það gaman að eiga þetta þegar maður 50, sko. Að tískan þannig, ég alveg vissum að þetta verður skemmtilegt þegar þið eru... Má kannski láta myndin aftur, ég ætla að segja örstuða sögu, mjög stuða. Þessi mynd var tekin í Kópavogi á Jón Óskar, held ég, frægur ljósmyndari allavega. Og ég var 30 og kom með bara 8-9 ára barn, þá var ég ennþá í Morgunblaðinu þessi mynd, að ég að hringja í mannin og segja, þetta svolítið vandrarlegt, viltu hætta að byrja þessa mynd? Þetta var svolítið gammalt stöð. Þetta var mjög töff svona fram á 16-17 ára, svo var þetta orðið lélegt. Dásamlegt. Það ennþá messukaffi hinum megin. Við skulum endilega fá okkur kaffibólla, það eru cookies og donuts fyrir krakkana. Bara 1 punktur sem ég verð að fá að segja ykkur. Hérna í kirkjunni eru 3 barnakórar, úlingakór, gospelkór, kirkjukór, eldriborgarakór.
6 ára starf, 8 til 9 ára starf, 10 til 12 ára starf hér og í Urriðaholti, unglingastarf, fermingafræðsla, sunnudagaskóli í Urriðaholti og hérna. Hvernig mannst þetta allt? Eldri borgarastarf, kyrðarstundir í hádeginu, sálgæsla, fólki að kostnaðarlausu og bara ofboðslega mikill stuðningur inn í þessu húsi, tónlistastarf og mikið sorgarhópar, ofboðslega mikið safnaðarstarf. Allt þetta er rekið fyrir sóknargjöld og núna er verið að plana það að skera niður þessi sóknargjöld og við erum með hnút í maganum að því við viljum ekki þurfa að leggja neitt niður. En við erum að nýta öll sóknargjöldin í bara organistan og hérna allt sem hér er. Þannig að, kæru vinir, má ég biðja ykkur að skoða trúfélagsaðild ykkar í fjölskyldunni. Ef að stundum maður hefur flutt til útlanda þá afskráist maður og börn sem að fæðast og foreldrarnir eru ekki sama trúfélagi þá eru þau utan. Við værum ofboðslega þakklátt að þið mynduð bara styðja okkur í þessu starfi með því að vera skráð í kirkjuna. Þau sem að búa í Garðabæ og eru skráð í þjóðkirkjuna, það fer allt hér inn til að hella upp á kaffi og halda út í kórónum og öllu þessu, hver einasta króna fer hingað inn í hús og við rekum safnaðarstarfi fyrir þennan pening. Og þið finnið ekkert fyrir þessu, það eru bara nokkru hundrakallar af skattinum ykkar sem koma hingað í stað þess að fara í ríkissjóð. Og svo ef þið þekkið þingmenn, þá má líka hringja og segja, hei, þetta er ekki kúl. Við erum ofboðslega lélegir lobbyistar í kirkjunni, það er sæðilega léleg. Við erum að bæta okkur í því. Mér langaði bara að fá að segja þetta og líka svo að þið vissuð hvað er í boði hérna. Það eru hundruðir sem fari hérna í gegn í hverju einustu viku og við erum bara stolt af þessu flotta starfi og öflugu kirkju sem er hér. Yndislegt að fá ykkur til að koma og vera með okkur í vetur og bara tökum þátt og verum saman. Sjáumst í messukaffi. Já, sjáumst í messukaffi. Takk.